Herðu, við vorum hérna með í haust, það sem við kallum rauðaþráðinn, sem ég ætlaði að reyna að finna rauðaþráðinn og fékk hingað fólk svona sem að tengdist vinstrinu með einum öðrum hætti eða höfðu skoðunar á því og vorum að velta fyrir okkur hvers vegna að vinstrið væri ekki öflugra, hvers vegna sósíalisminn væri ekki öflugri. Nú þegar að nýfrjálshyggjan, samfélagssáttmálinn sem að hér ríkti kannski á Íslandi síðustu 30 pluss árin, 35 árin, út í heimi 40, 45 pluss ár. Hvers vegna það gerðist ekki að vinstri reis upp þegar að nýfrjálshyggjan hrundi. Og við ætlum að halda þessu áfram. Hérna er kominn Kolbeinn H. Stefánsson. Þú ert félagsfræðingur. Það víst. Já, en ert ekki dósent í félagsráðgjafadeild eða ertu orðinn lektor? Ég er dósent. Næsta skrifur prófessor einhvern tímann þegar mann er að sækja framganginn. Og lítið sem hvetur. Og lítið sem hvetur. Og ég held að prófessorar væru svo vel settir. Já, þetta er 2,5% launahækkun. Það er svo sem meðan kjarasamningar hafa verið ágætis launahækkun en þetta er vinna þannig. Já. Það heldur að tekinn annars þar. Herðu, en kannt þú svar við þessari spurningu að það er óumdeilt að nýfrjálshyggjan var svona ríkjandi hugmyndastefna í okkar heimshluta. Sumir vilja segja það að það hafi verið gaggbylting hinna ríku, þar sem þeir voru að brjóta niður margt af því sem að sósíalísk verkalýðshreyfing á fyrri hluta aldarinnar höfðu að markmiði og sumuleyti náði fram að ganga á eftirstríðsárunum, þar sem að stjórnvöld neyddust til eða þurftu eða vildu taka tilliti til almennings. Þetta náttúrulega kemur líka í kjölfarið á almennu kosningarétti og svona, þannig að stjórnmáli breyttust. Svona upp úr á 8. áratugnum og síðan til að hratta eftir þar þá vinnur önnur hugmyndastefna sem að vill snúa ofan af þessum ávinningi verkalýðshreyfingarinnar. En hún fellur held ég að við getum sagt að hún hafi fallið sem efnahagsstefna 2008, það er ekki sem að við nýfrjálshyggjuna eða gerir það ekki í orðikveðinu, það er margir sem haldi henni fram, en reyna kannski að sitja framar í stefnuskrá sinni einhverja aðra pólitík til þess að læða henni að. Ég ætla að segja ekki bara Milei í Argentínu sem að flaggar henni sem lausn í dag og er ekki komin í ansi mikil vandræði. En þá myndum maður ætla að ef þetta eru svona tveir pólar sem að takast á, að þá ætti pendúllinn að sveiflast til vinstri við hrun nýfrjálshyggjunar, en margt bendir til þess að hann hafi haldið áfram ferð sinni til hægri, að þeir sem að auðguðust í nýfrjálshyggjunni séu búin að finna leiðir til þess að verja auðsinn með einhvers konar tegund af fasisma sem að er að rísa. Og hvað var vinstri bara dáið? Kannski er bara erindi vinstristjórnmála eins og við þekkjum það í sögunni bara liðið. Ég kannski vil samsetja fram kannski svona aðeins hástildari pælingu. Ég held að á þessum tíma þegar alþjóðlega fjármálahrunið verður þá hefur vinstrið í raun og veru enga sjálfstæða efnahagspólitík, enga sýn á efnahagsmálin, takmarkaðan skilning á þeim og ekkert sjálfstraust þegar kemur að þessar umræðu. Þannig að þegar frjálshyggjan býður hann ákveðið skipsbrot þá skapast má rými fyrir önnur sjónarmið, alls konar sjónarmið sem að koma fram og inn í tómarúmið vinstrinu þá stígur svona pólitík sem að við getum rakið aftur til nýja vinstrisins á 7. og 8. áratugnum sem að er svona identitetsbyggð pólitík. Eftir efnahagshrunið? Já, hún raun og veru fyllir inn í þetta hugmyndafræðilega tóm sem er hjá vinstrinu. Og ég meina, fólk getur aðhyllst líka pólitík, gott og vel, en það var bara ekki það sem að frjálshyggjan sem sagt lendir í vandræðum með er ekki það að hún skapa ekki svigrúm fyrir fólk til þess að vera bara það sjálft. Það sem hún lendir með er að efnahagsstjórnin fer í hakk, lífskjör millistétta í mörgum löndum staðna, lífskjör lægstu hópana byrja að dala. Er það ekki fyrirsjáanlega afleiðing að stefnu þar sem er verið að ýta undir hinna ríku í staðinn fyrir að lyfta hinum fátækari eða búa til almenn þannig að almenningur allur hefði það sæmilegt sem var stefna eftirstríðsárunna en þá var hún þótti hafa boðið skipsbrot og þá sögðu nýfrjálshyggjumennirnir nei, það sem við eigum að gera, við eigum að ýta undir hinna ríku því að þeir búa til verðmætin og þeir munu búa til svo miklu meiri verðmæti að það mun lyfta öllum upp
og það stefnan og hún, það er hún sem hrýnur. Flóðið lyftir öllu skipum nema þeim sem eru lek og þau sökkvar. Munka sem geti híft sig upp á hárinu einhvern veginn. Það er það sem hrýnur eiginlega 2008. Það er eiginlega hægt að, þetta er alveg definitív stórt atriði, því að sko þegar við erum að tala um frjálshyggjuna almennt sko, þá er náttúrulega ekki eitthvað eitt og bara frjálshyggjan sem valdapólitík, sem strategískt hugmyndatæki fyrir, fjármagnseigendur og atvinnueigendur. Hún birtist aðeins öðruvísi heldur en bara frjálshyggjan sem hrein hugmyndafræði. En sem sagt, kannski vandamáli fyrir vinstri er það að þegar að almenningur er að kalla eftir, sérstaklega þá er ég að tala um almenningu á Vesturlöndum, er basically að kalla eftir þá einhverju nýrri sýn á efnahagsmálin. Einhver önnur átt, við ætlum að skipuleggja samfélagið þessi. Þá kemur vinstri ekki með neitt raunverulegt á móti en setur fókusinn dálítið á svona hluti eins og hvað eru mörg kyn, eigum að finna upp ný fornöfn, mega kallar tala um þungunarof, hver má tala um hvað, má kannski ekki tala um sumt. Sem raða fólki í einhverja svona hierarki af forréttindum þar sem við notum kyn, kynhneigð, kynvitund, húðlit og fötlun og reynum einhvern veginn að finna út hver er mest kúaður, hver er minnst kúaður og svo sem er efstur á píramídunum, hann er óvinurinn. Og ekkert að þessara pólitík svarar á neinn hátt því sem hann var að kalla eftir. En finnst þér þetta að hafa verið eiginlega megin erindi í vinstrisins? Í grundvallaratriðum hefur það verið það. Það er auðvitað innan hjá vinstrinu og bara horfum á Ísland raddir sem hafa lagt áherslu á stétta og efnahagspólitík. Sósíalistaflokkurinn til að byrja með fannst mér til dæmis verið þannig vona að ég sé ekki mjög múðgandir í sagði þið notuðu orðfæri kommunista en stefnulega séðu orðið svona daldið sænskir sósíaldemokratar frá 8. áratugnum ekkert róttækar en það. Sósíalistaflokkurinn leiddi svo út í eiginlega að verða ítendispólitíkin alltaf fyrirferða meiri og endanum klofnaðan á milli tveggja fylkinga sem að erfitt átt að segja hvað er nákvæmlega búið að ganga á inn í flokknum á undan. Ég kannast ekki við þessa klofningu þessi mál sko. Nei, en hann var alveg prestraður þannig út á við sko. Af hverjum? Ekki að mér allavega. Ég var aldrei varðið þennan klofning sko. Ég fylgdist með eins og þú líklega rifrildi 2 og 3 félagi í flokknum aðeins fleiri en 2 eða 3. En ef við tökum þess bara stefnuflokksins í síðustu kosningunum, þá var áhersla á húsnæðismál og einu klassísku sósíalísku efnahagsstefnu og Sósíalistaflokkurinn var stofnaður vegna þess að vinstrið nýfrjálshyggjan hafði unnið það, þannig að vinstrið hafði yfirgefið efnahagsstefnu sína. Sósíalistaflokkurinn var stofnaður til þess að reka sósíalíska efnahagsstefnu og sagði að hún hafði aldrei, menn bara lögðu hana niður. Hún hafði aldrei afsannað sig, en það hafði nýfrjálshyggjan sem var efnahagsstefna sem var beint gegn sósíalískri efnahagsstefnu, hún hafði sýnt það að hún brýtur niður samfélag og eyðileggur það. Sko, og þetta var að reyna að halda fram að það hafi ekki verið mjög sterkur undirtón af identitetspólitík í Sósíalistaflokknum. Nei, ég finn það ekki í samþykktum hans. Samþykktin eru eitt, svo er það hvað fólk er að tjá sig og leiðandi aktivistar í hóknum og annað slíkt. Og mér finnst það kannski bara að segja ákveðna sögu að þegar ég kemur legg fyrir bóðaldið þá í bóðaldinu til þess að mæta ég þetta viðtal þá hangir það sem áður voru merkið í Sósíalistaflokksins, risastór repp og fáni. Þannig að ég held ég taki allir svona ákveðna staðfestingar á því að identitetspólitíski armurinn hafi orðið að farið út og eftir var armur sem að vissulega er að leggja áherslu á einhvers konar efnahags- og stéttapólitík. Það er núna, var í dag fundur húsnæðismál í þessu samarými? Jú, ég er búin að vera að fylgjast með mjög líflegri umræðu í vinstri kreðsum á netinu það hvor hópurinn stál hugmyndina hinum og ákvað að halda fundina á sama tíma. Ég til dæmis fylgist ekki með því. Nei. Ég bara næði ekki ef að það er einhver menn sem að vilja reka Sönnu úr flokknum en líka banninn að tala húsnæðismál. Ég bara henni ekki að leggja sitta minni í þetta. Nei, þetta er náttúrulega bara einfaldlega orðin eitthvað svona skrýpaleikur sko og ég held að hafa ekki orðið hvorum þessara hópa til sérstaks hóma. Það er náttúrulega ef að sann verið að reyna síðan að fara úr flokknum
Það verður alltaf hennar sök og ef hún talar húsnæðismál og það verður að banna að tala húsnæðismál, það verður alltaf hennar sök. Ég veit ekki hvernig hún á að bregðast við. En sko, Sanna hefur nú bara hreinlega gefið það út að hún sé ekkert viss hún fari aftur framboð fyrir þennan flokk og hún er eiginlega farin út en hún stendur í dyrunum og er svona öðru hverju að tala inn en er samt að leiðinni út. Hún er svona gesturinn sem er leiðin úr partíinu en einhvern veginn áður að loka eftir. Ég held að þegar Sanna var í flokknum, hún þekkir hann og hún veit að þeir sem að tóku flokkin yfir á aðalfundi sem að formaður framkvæmdastjórnar var í útvarpinu bara daginn að stæra sig af því að hafa smala til þess að ná flokknum með svona árás á flokkin. Sanna vissi það að þau sjónarmið sem að yfirtökuhópurinn hafði, hann hafði ekki breiða skírskotun inn í flokknum. Enda hafa 500 manns farið úr flokknum eftir það og það er alveg augljóst að það sem að Sanna er að tala fyrir, það er ekki hún sé fúl eitthvað í hvernig partíið að þannig hún sé eiginlega gegn því að tala í gegn vilja flokksmanna. Ég held að sé alveg þveröfugt. Hún talar fyrir munni þeirra sem þú ert að tala að þér hafi litist vel á flokkinu í upphafi. Það getur alveg vel verið. Þú ert og akkur ætti hún ekki að berjast fyrir þeim sömu hugsunum hún hafði þá áður. Nei, það er ekki það sem ég var að segja, sagði. Jú, vegna þess að það verið að segja við hann að hún eigi að þegja vegna þess að einhver aðrir búin að ná yfiráðum einhverju stjórn og þess vegna eigi þeir að stjórna eitthvað hún segir. Hún á að koma að fundi á þeim og taka línuna frá þeim og hún hafnar því. Já, henni frjálst að gera það. Það sem ég var einfaldlega að segja að þú varst að segja að það verður að reka úr flokknum og ég var bara að benda að hún er eiginlega farin úr flokknum. Nákvæmlega af hverju hver gerir hvað og hvort að það sé réttlætanlegt, það er bara alltaf spurning. Það munur hvort að þú veljir að fara úr einhverju flokki eða hvort þú ert rekin úr flokknum, eða ekki? Jú, en það líka þegar þú ert raunverulega farin úr flokknum. Það munur hvort að þú þagnir eða hvort að þeir sem sagt að þegja. Það líka munur á því hvort að ég þagni eða hvort þessi gripið frammi fyrir mér. Punkturinn er sá að það er óheiðileg framsetning að segja að það sé eitthvað atriði að sé vera rekin úr flokknum, hún er farin úr flokknum. Bara að öllu leyti sem skiptir máli nema ykkur svona próforma að það að nafnina kannski er okkur skrá hérna. Ég fylgist ekki mjög mikið með þessu. Ég heyri það mikill vilji hjá flokksmönnum og fyrrum flokksmönnum að athuga hvort það sé ekki hægt að láta á það reyna hvort að þessi fylking sem að náði yfiráðum í stjórnarflokksins með smölun, hvort að það sé hópurinn sem að flokksmenn vilji að stýri flokknum. Og hvernig ætlaði að gera það? Ég bara er ekki alveg inn í þessu sko. En ég meina það er oft þannig að það er einhver hópur sem nær yfiráðum einhver flokki og svo bara missar hann yfiráðan aftur. Það getur alltaf gerst. Það finnst vera ólíklegra þegar að hópurinn sem að misti völdin gengur út en massa sko. En hugsaði kannski aðeins þetta á annátt. En ég bara, þú ert að tekja þetta við, finnst þér Sanna vera svona identity? Já, hún er mjög identity-oriented. Af hverju? Því hún er brún, eða? Nei, það er hvað hún talar, hvernig hún tjáir sig. Hvernig tjáir sig? Hún leggur til að vera áherslu á alls konar svona dygðaskreitinga, pólitík. Það getur verið að hún tekur lífskjaramálin stundum fyrir. Hún hefur staðið þess að mörguleiti vel finnst mér í Reykjavíkborg þegar kemur að alls konar velferðarmálum. Það var sýnilegar þegar hún var í stjórnarandstöðu því að það er erfiðari meirihluti að gera sig sýnilegan. En ég held fyrir marga hluti þá sé Sanna búin að standa sig prýðilega sem borgarfulltrúi. Það breytir því ekki að hún og svo stór hluti á hóknum í kringum hana, fólk sem ég þekki ágætlega sem ég ætla ekki að nefna hérna bara svona því persónulegri virðingu við þau, fókus er að nánast exklusíft í allir þessum tjáningu til dæmis og samskiptamönnum á identity-politik. En er það ekki allt í lagi að einhverju gera það? Jú, en þetta er bara orðin svo stór rauður þráður í starfunum. En hins vegar þegar þú talar hópinn sem tók yfir flokkinn, þú segir þeirra pólitík hefur ekki skírskotun í flokkinn, viðarskírskotun og ég held að það sé alveg rétt hjá þér, ég held að það sé vandamál, ég held að það sé stærra vandamál að þessi pólitík sem þau eru að reka hefur bara ekki skírskotun út fyrir þennan hópin á neinn hátt. Það er engin kjósendahópur sem er að bíða eftir byltingunni, þannig að flokkurinn er augljóslega ekki betra ástandi með þetta fólk við völdin. Þú ert að finna raunverulega mati þeirra á stöðu stéttabaráttunar. Já. Að þeir eru að koma með valkost sem hefur ekkert erindi. Á öfugt við það sem þú sagðir að upphafi virkaði sem sósíalistaflokkurinn væri með rétt mat á stöðu
stéttabaráttunnar með því að koma með stefnu sem að hljómaði kannski svo sósíaldemókrata 1980 að það væri eitthvað sem var hægt að búa til samfylkingum. Já, það var það sem hann sagði upp að þegar flokkurinn fer af stað, þá hann alveg mjög klárlega þar. Hann bara byggir á, myndi ég segja, bara eðlilegu mat og stöðu stéttabaráttunar. Já, ég held að mörguleiti að þetta hafi verið rétt að þannig voru með flokkur svo Vinstri græn til dæmis töluðu oft mikið lífskjaramál og velferðarmál. En bara sem ykkur sem er sérfræðingur á þeim sviðum, ójöfnuður og fátækt og allur pakkinn, þá horfði maður á fólk hér að tala og það var augljóst að þau skildu ekki orðin sem að komu út úr þeim. Og það var að þessu tíma klárlega þörf fyrir einmitt lífskjara óorienteraðan vinstri flokk. Það sem gerist yfir tíma að flokkurinn verður einhvern veginn færa á sig meira og meira ásýnd og það getur verið að hlutir standi í einhverjum plöggum og svo framvegis stæðin svona þegar maður horfir á hópinn og það það sem fólk gerir meira og meira í dag það að horfa á fólki sem eru aktivistar í einhverjum stjórnmálaflokkum hvernig þau tala og það sem að setja tónin það les engin stefnuskrá sósíalistaflokksins eða neins annars flokks. Við nefndum hann hvernig Sanna talaði sem náttúrulega mest áberandi fulltrúans. Á sínum tíma var ég formaður framkvæmdastjórnar. Ég get ekki sagt að við séum svona 2 dæmi eitthvað vók. Bara langt í frá. Mér finnst reyndar að við þurfum að finna nýtt hugtak fyrir þetta vókið af því að ég ætla að leggja til mannauðsstjóra vinstrið af því að pólitíkin allt eitthvað sem finnur í mannauðstefnu flest allra fyrirtækja í dag það kjarnin í dagspólitíkinni einhvern tímann var þetta punk, í dag þetta millistéttar mannauðsstjórnuna pólitík og það kannski hluta vandamálin líka ungu uppreisna segginir allt í orðnir ráðandi millistéttin í dag en En leggjum kannski karpið það hver vondimaðurinn í sósíalistaflokksdeilunum til hliðar. Ég held að sé bara eiginlega ómögulegt að reyna að koma þessu vók og anti-vók yfir á flokkinn. Það bara... Já, ég ekki alveg sem ég sammálaður en leggjum það til hliðar. En þú getur gert það með því að þú veist að segja það einhverju 2 þarna sem ábyrgð á netinu og þá það bara að vera að draga þá enn einn sönnunni fyrir því sem þú veldur fram. Okay. Ég bara bent á einhverja aðra 2 sem bara ekki að gera það. Þannig að það náttúrulega málfrelsi í sósíalistaflokknum og netinu. Já, sjálfsögðu. En En þú ert að tala að vinstri hafi mist fókus. Það var náttúrulega búið að leggja af efnahagsstefnuna. Þú hæðist að VG og segir að þau hefur ekki skilið hana. Kannski á það við, að þegar fólk alltaf að tala um svona jöfnuð, þá getur við að fólk tala um jöfnuð sem svona identity stjórnmál. Að þau séu að tala um það sem svona hugmyndir frekar að þau tala um svona raunverulegt líf fólks og sem raunverulegar lausnir á raunverulegu vanda þeirra sem að verstanda. Þess vegna sögðum við oft í sósíalistaflokknum að ef þú ætlar að gera við bíl, þá byrjar á því að gera við það sem af. Þannig þú byrjar á því að laga efnahagslega stöðu þeirra sem að hafa það verst. Þú byrjar ekki á að laga stýrið ef það sprungið dekk. Skiptur dekk. Hefur ekkert upp á sig. Já, það var þannig og svo var náttúrulega hinum megin ertu með kannski samfylkinguna sem dæmi svona blerismann sem að þau tóku upp nýfrjálshyggjuna, kynróðalust. Já, ég stendar hugmyndafræðileg þróun samfylkingarinnar vera mjög flókin og á köflum skrítin því að hún varð kynræðalaust bleriskur flokkur til að byrja með slætar svo bara dálítið langt yfir í identitetspólitíkina þegar allt í einu VG byrjaði að vaxa þá þetta leiðin til að finna sér pláss og svo erum við komið núna með nýja forystu sem að hefur tekið flokkinn í sveiktar mörguleiti til að hægri en tekið líka alveg óheyrilega pragmatíska afstöðu til þess hvernig þeir nálgast pólitíkina. Stundum þannig að maður velti fyrir sér sýnilega eina markmið á þessu kjörtímabili hljóta að vera að sýna að þau séu skapa sér lögmæti sem leiðandi flokkur í samfélagsgerðinni eins og hún er. Það er hluti af blerismannum Já. Það er að sýna að við erum okkur jafn tristan til þess að reka hægri stefnu og hægrinu, en það er bara meira gaman þegar við erum við stjórnvölinn. Það er ekki eins leiðilegt og hallaristlegt. Já, en mótið kemur, þetta var líka svo sem strategíska skandinavísku sósíaldemókrataflokkarna þegar þeir komast til valda að þeir byrja á því að stabilisera sjálfa sig sem trúverðu og traustveikjandi og svo eru náttúrulega velferðarkerfin og heilbrigðiskerfin þróast á mjög löngum tíma. Þannig að þetta sjálfur sér algjörlega óvillu strategi ef þú ætlar að horfa á það að hafa einhver mótandi áhrif sem pólitískt afl á samfélagið. Hvort þið fara þangað, hvort þið fáið tíma til þess, stjórnir og fylgiflokka sveiflast náttúrulega nú orðið ansið rætt, þannig að maður bara svona hóflega bjartsýn fyrir þeirra hönd.
Þetta náttúrulega hluti af hnignun vinstrisins það hvernig vinstrið kratarnir tóku eiginlega upp sættu sig við frjálshyggjuna og Thatcher sagði að Tony Blair væri sín besta uppgötvun. Hann var náttúrulega arfþekjan. Sköpunarverk. Og þegar að nýfrjálshyggjan hrynur og þetta náttúrulega mjög vinstritjórnin, þú getur horft á vinstritjórnin en 2009, fyrsta hreina vinstritjórnin í Íslandi, þá eiginlega kemur í ljós að báðir flokkarnir hafa týnt efnahagsstefnu sinni og þeir fara bara í því að endurvekja kerfið sem að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn höfðu byggt. Ef þú horfir hins vegar á samfylkinguna það sem hún er að gera í dag, hún er kosin út af því að lofa hreinlega að hræra ekki of mörgum hlutum. En þeir lofa ákveðnum hlutum. Ákveðin vandamál sem það ætla að leysa. Það sem að kannski klemma sem þau eru í og margir jafnaðarmannaflokkar í Evrópu hafa lendi í klemmu með að þeir verða of teknokratískir. Þeir verða of fókuseraðar á að rugga einhverjum bátum og leysa engin vandamál. Og kannski stóri prófsteinin fyrir samfylkinguna það munu þau setja hann í 4 ár og vera bara ábyrgir varðmenn hins óbreytt ástands eða munu þeim takast að leysa ykkur vandamál. Því að ef að þessi flokkar þeir hafa verið á undanförnum árum eða áratugum mjög svona unresponsive gagnvart þörfum og kröfum almennings og það þess vegna sem þeim oft kosnir út bara næstu kosningum eftir að þeir vinna stórsigra bara einfaldlega því að fólk hafi væntingar að eitthvað myndi breytast, eitthvað gert. Það sem sagt kannski svona ákveðin klemma að þau þurfa eitthvað staðar annars vegar að sýna að þau skilji þarfir og áhyggjur almennings í landinu, ólíkra hópa, að fólk sjái lífskjörin sín batna eitthvað á þessum tíma og hinbógin að líka að þau komi ekki til með að rugga bátnum of mikið þannig að hann fær ekki á hvolf þannig að þetta jafnvægisleikunum þeirra. En kannski þetta þau eru að tala bæði þannig annars vegar til vinstri það sem að segja og Kristján segir alltaf að fara að finna ræturnar sem það sem að sömuleyti sem vorum að segja áðan að láta efnahagsstefnuna stjórnast af því sem að fólk þarf á að halda sem þá að leggja áherslu á húsnæðismálin hún fór ferð landið og heilbrigðismál út á landi sem að eru mjög ofarlega í huga fólks sem að grefur undan öryggi fólks bara hvar þú býrð hvort það hefur aðgengi að læknisþjónustu þannig hún með svona nokkur aðri þarna snýr hún til vinstri og talar að flokkurinn ætli að finna gamla rætur sínar að láta þá sem að þurfa að fá einhverjar bætur eða batnandi lífskjör eða vera leiðsögn okkar. En síðan hún talað líka til hægri, hún segir við ætlum að gera þetta á þess að rugga einu bát og það eiginlega skilabóð til hægri. Fólki sem hún ávarpa í megin segir bara ruggaðu bátnum eins og þú vilt, taktu kvótan af þeim og allt saman fólk til að segja það. En hún líka talað til hægri og segir nei, ég ætla að gera þetta á þess að þið takkið svo sem mikið eftir þessu, þið þarna sem að viljið halda óbreytt ástandi. Þannig að þetta sama með Viðreisn sem að segir hægri hagstjórn og vinstri velferð. Þetta ekki hægt að uppfylla þetta, Já og nei. Erindi jafnaðarmannaflokka dálítið ólíkt erindi svona vinstri flokka með stóru vafi. Þegar að það sem að þessi flokkar leggja upp með að vera basically svona flokkurinn sem dóminerar flokkakerfið. Þeir eru leiðandi flokkurinn, eins og Sjálfstæðisflokkurinn var lengi á Íslandi og þannig að móta samfélagsgerðina hægt yfir tíma. Það sem þessi flokkar horfa á ekki svo mikið eins og hvernig hlutinni dreifast innan samfélagsins heldur einfaldlega að þeir líta á samfélagi sem einhvers konar heild sem að þarf að þróa áfram og verja. Og landsfæðir. Já. Þetta skip sem þarf að sigla í einhverja átt það tekur langan tíma að beygja af leið og ferðin gengur hægt en sem sagt í grundvallaratriðum eru jafnaðarmannaflokkar þannig að þeir hafa engar hugmyndir það að þeir vilja annars konar samfélagsgerð. Það var framan af sumstæðri Evrópu hluti á jafnaðarmannahreyfingunni svona róttækari armar sem sá fyrir sér að þetta var svona hægfara þróun í áttina að einhverju byltingu. En hreyfingin var alltaf dóminuð raun og veru af því sem við myndum kalla social liberals. Fólki sem að almennt sér var hrifið af samfélagsgerðinni en sá hluti sem þurfti að laga innan.
ef þú fer kannski meira til vinstri, svona vinstrið með stóru vaffinu, þá það pólitík sem snýst á einhvers konar grundvallarbreytingar á samfélaginu. Önnur samfélagsgerð, jafnvel önnur menning og gildi. Þannig flokkar lenda mjög gjarnan til dæmis í vandræðum með það að þeir höfða bara til ákveðins oft frekar lítils hóps í samfélaginu, kannski gæti náð upp í 10-15% fylgi í góðum aðstæðum. Hérna var sáflokkur, ef þú flokkar Alþýðubandalagið og Sósíalistaflokkinn gamla þannig, hann var yfirleitt stærri heldur en Karlaflokkurinn. Hann var alltaf stærri en Karlaflokkurinn, enda gætt út af Sjálfstæðisflokkurinn, hann var svo stór. Og og sósíalistanir eftir kommunistanir, eftir klofningin frá milli Alþýðuflokks og ASÍ, þá passaði sá flokkur miklu betur upp á það að halda tengslunum við til dæmis verkalýðshreyfinguna, en það líka annar vinkill þar á, sko, að þessi flokkar, Sósíalistaflokkurinn sem Alþýðubandalagið, innihélt umtalsverðan hópa fólki sem var ekkert vinstri, svona heldur bara svona þjóðlegir íhaldsmenn. Svona, hvað segja, fólk sem hefði alveg getað fundið sig í einhverjum armi í Framsóknarflokknum á þessum tíma líka, en kannski hafði harma hefna gagnvart kaupfélaginu eða eitthvað svoleið, skilurðu. Og þessi flokkar voru náttúrulega aldrei neitt sérstaklega róttækir. Við erum bara alveg hreinskilið með það. Hins vegar, sem sagt, sjáum við oft eins og í Evrópu, þá eru flokkar sem hafa náð að vaksa upp og verða svona nádallu fylgi, sko. En það sem að þeir lenda einhvers þar í þaki, þeir fara ekki mikið lengra og svo í ofanlega mæta rosalegri andstöðu oft ekki bara frá sko hægrinu sem lengst í burtu, heldur bara þessum venjulega Jónum og Gunnum sem að bara finnst lífið heilt yfir ágætt og þeim langar ekkert að umbylta samfélaginu. Það veit kannski bara bæta ákveðna hluti og kannski hækka örorkulífeyririnn eða ruslið sér tekið oftar. En stefna þessara flokka, vinstri flokka með stóru vaffi, kannski ekki að umbylta samfélaginu því að þeir eru að bjóða fram í venjulegum kosningum. Yfirleitt eru þau bara með svona róttækari kröfur frá þeim sem að hafa það efnahagslega verst. En það eru andstæðingar þeirra sem að segja alltaf meira þegar Sólveig Anna leiddi fyrsta verkvallið, þá átti það að vera í mokkanum ekki til þess að ná fram kjörum fyrir sína félagsmenn, heldur til að umbylta samfélaginu. Jú, það er oft sagt. Það er alltaf ekki, með þessum stóra vaffinu er alltaf ætlað eitthvað sem ekki í stefnuskrá, ekki hægt að lesa. Sko, það reyndar að skoðar margar þessar flokkum þá þeir með hugmyndum gerbreytingu og samfélagsgerðum sem þeir ætla að ná fram yfir langan tíma með lýðræðislegu umboði. Og þetta eru flokkar sem, og þannig frá mínum bæði sem ef róttækir vinstriflokkar að vinna að takast lítið alvarlega, þá það sem þeir eiga að vera að gera. Þeir eiga að vera róttækir. Þeir eiga ekki að vera bara aðeins kröfuharðari kratar. Nei, en það oft þannig. En kratarnir hins vegar á eftirstríðsárunum náðu fram róttækum samfélagsbreytingum. Þeir náðu fram uppbyggingu þess sem hefur verið kallað velferðarríki. Þeir náðu fram skóli fyrir alla, heilbrigðisþjónusta fyrir alla, húsnæðisöryggi fyrir alla. Félagslegt öryggisnet, þannig að misti vinnuna eða heilsuna. Þetta bara einn róttækasta samfélagsbylting sem við getum bett á. Hún það. Þess vegna kannski ef ég ætti að vera ógeðslega pragmatískur, þá ætti vinstri núna bara að þjappa sér inn í samfylkinguna, tala fyrir ákveðnum áherslum og ákveðnum sviðum, en almennt sé bara styðja það að það væri samfylkingin fengið þetta hlutverk sem að Sjálfstæðisflokkurinn hafði á hægri vagninum, sem stóra regnhlífin. Má ég skjóta inn þá einu? Af því að við erum að horfa langt yfir söguna og yfir öll eftirstríðsárin. Að kratarnir, segjum bara 1955, að þá var þeirra markmið að byggja upp opinbera þjónustu sem átti að tryggja bæði svona öryggi í samfélaginu, en þeir vissu líka að það var eiginlega lykillinn að því að þeir sem voru með lægstu tekjurnar gætu lifa sómasamlegu lífi. Að þú getur það ekki, það er engin leið á því að markaðurinn hækki laun þín svo mikið eða að markaðurinn sjái þannig húsnæðismálin að þú sért í öryggur. Þannig við verðum að hafa
hið opinbera, þarf að veita heilbrigðisþjónustu, skólaþjónustu, þarf að vera með þjónustu til húsnæðisöryggis fyrir svona líklega þriðjungin af íbúunum og öðru slíku. Þannig það var sáttu það að hið opinbera sæi þetta. Hinum er með atvinnulífið og þá segja menn að kratarnir hafa sagt þið megið bara græða á, mátt bara opna pulsusjoppu og græða á því og allt svoleiðis. En það var alltaf eitthvað svona í þessu að sumt vildu átti ríkið halda, orkudreifing, orkuframleiðsla á Íslandi hér. Við vorum líka með blandað atvinnulíf, við vorum með bæjarútgerðir og enginn efaðist það, með þess að sjálfstæðsmenn í Reykjavík byggðu bæjarútgerðir og það voru stóra bæjarútgerðir í Hafnarfirði og Akureyri og raunverulega má segja það að leið Íslendinga úr fátækt til velsældar hafi leiði gegnum sjávarútveg sem var meira og minna félagslega rekin því að til hliðar við bæjarútgerðirnar vorum við með samvinnuútgerðirnar sem voru gríðarlega stórar, raunverulega var einkakapitalið eiginlega bara varla með í sjávarútvegi vegna þess að þeir vildi ekki hætta sínu fé þar og hættu sínu fé bara í heildsölur og eitthvað svona dóttir í. Þannig að þá ættum annars vegar með hið opinbera hér og svo ættum með blandað hagkerfi í atvinnurekstri. Núna erum við þannig að einkareksturinn hann á allt atvinnulífið og hann vill eiga allavega helminginn af hinu opinbera. Þannig að ef þú tekur sko kratana þá og kratana nú ef að þeir eru að vera varðstaða samfélagi eins og þeir vildu hafa 55, þá það samfélag ekki til í dag. Við erum að það sem að einkafjármagnið umögulega ryðjast inn í skólakerfið, inn í heilbrigðiskerfið, þeir ætla að eiga veginn okkar, þeir ætla að eiga göngin okkar, þeir ætla að eiga flugvöllin okkar, þeir ætla að eiga bankakerfið okkar, þeir ætla að eiga orkukerfið okkar. Þannig þetta allt önnur sko staða. Þetta eftir byltinguna, eftir byltingu hinna ríku. Já, þetta auðvitað allt önnur staða, en það líka sko, það sem alltaf breytist þannig á 8. og 9. áratugnum annars vegar sko tæknibyltingar sem að gera mögulegt að hraða flutningum milli landa, auka flutninga fólks á milli landa, vörur og annað slíkt og svo í kjölfarið þá lagarammi í kringum þetta allt rýmkaður og í dag köllum við þetta hnattvæðinguna eða alþjóðavæðinguna. Oft gegn varúðarorðum verkalýðshreyfingarinnar? Jú, oft gegn varúðarorðum verkalýðshreyfingarinnar, en sem sagt, tíma leit þetta út eins og þetta væri að gera okkur öll ríkari, stundum bara skuldsettari, en það eins og það Í dag náttúrulega sem sagt komin upp, og það kannski annað samhengi sem gleymist aldrei þannig. Á þessum tíma þá erum við hættu við aldrei að skilningur okkar á því hvað þjóð hann breytist. Hluti af sögunni að þegar fyrir að líða frá seinna stríði, Evrópa býr við ómælda hagsæld og hagvöxt og bara það gengur bara lífskjör hraðbatna, það friður í álfunni og annað slíkt, að hægt og rólega þá fara eitthvað svona ytri ógnir og svona existensialskar ógnir eins og hungur og hamfarir bara að minna halda okkur. Það kemur upp það var kallað svona post-material eða post-scarcity, svona eftirskorts hugafar, þar sem alls konar hlutir hætta einhvern veginn hafa víkt hjá okkur. Og þegar Thatcher segir það ekkert samfélag og Vinstrið segist hafa andmælt því, en hugmyndin sko til dæmis þjóðfélag, hún hverfur dálítið úr hugsun hjá víða í Vinstrinu. Vinstri gerist upp alþjóðasinnar, það tekur ekki alvarlega það sé hluti af einhverju þjóðar samhengi. Jafnvel allt tekur undir hægrinu í því að mörgu leyti, ákveðnum hlutum hægrisins því að það svo voru aðrir hlutar hægrisins sem að voru þetta alþjóðavæðingin keyrð áfram að hægrinu og vinstri eftir, myndir ekki segja það? Já, ég myndi segja sko ákveðnum hlutar hægrið náttúrulega ekki sem sagt einsleit blokk, hægrið miklu flóknara og mörgu áhugaverðara. Það er klassíska hægrið, svona sjálfstæðisflokkur, kristilegi demókratar, íhaldsflokkurinn breski. Sko frjálshyggjubyltingin í hægrinu, hún raun og markar sko ákveðna yfirtöku, ákveðna hugmyndafræði, ákveðna hópa innan hægrisins sem að svona náða að grípa tíðrandann og tækifæri sem í honum fólust til þess að ná untökunum. Ef þú bara ferð sko 5 árum, 10 árum fyrir sem sagt fyrir formannskosningu til dæmis Davíðs Oddssonar, þá hafa sko margir sjálfstæðismenn skömm á frjálshyggjunni og þeir hafa skömm á þessum einreiðarhópi og þetta séu bara galnir menn.
nokkrum árum seinna er þetta orðinn hópurinn sem að stýrir flokknum og í gennum hans samfélaginu. Þannig að hægrið er ekkit einsleitt sko að þessu leyti, en það er ákveðin hluti af hægrið sem leiti þetta, ákveðin að stór hluti af vinstunum eldir þetta. En sem sagt, vinstrið hins vegar ádálítið erfitt með að ná utan hluti og við erum alltaf núna stödd á tímum þar sem að við höfum fengið okkur heimsfaraldra og varnar orðum að fleiri slíkir séu í vændum, meðal annars að því hvernig við erum að umgangast náttúruna. Við erum alltaf komið stríð í Evrópu og loftslagsmálin komin í þetta. Allt í einu er bara existenslísku ógninar sem að við stöndum frammi fyrir eru bara allt í einu orðnar þó nokkrar. Ég var að segja frá þessu að tala, setja í samhengi fyrirlestri var haldið í gær, segja sko muni eftir 2019 þegar það versta sem hafði komið fyrir Ísland frá hruni var lúsmíð. Svo kom COVID og svo kom Úkraína og svo framvegis. Þannig að við erum á tíma sem að horfið mjög ófriðvænlega í alþjóðamálunum. Allt í einu kannski fer þessi hugmynd sko þjóð að skipta á einhvern hátt máli sem hún gerði ekki áður. Hverju ætlum við að venda? Raunverulega er það á endanum. Og þá kemur margir svara inn í það sem við kannski taldum vera þjóð áðan. Það er ekki að segja, nei, við ætlum ekki að vera alla sem eru hér, eins og Farage er að segja. Við ætlum að henda út nokkur 100.000 innflytjendum. Og við ætlum að skjóta flóttamannabátana á Ermarsundi. Já, þetta hljómar eins og efnahagslegt sjálfsmorð, eitt af mörgum tilraunum sem breyta hafa reynt að bara. Hann er 30% fylgi. Það er einleið til að horfa á þetta vissulega. Ég held að ef Íslendingar tækju upp á því að henda út öllum innflytjendum þá er þið ansi erfitt að halda út í alls konar opinberri þjónustu og þetta er meira áttar áfall fyrir ansi marga atvinnuvegi. Ég held að öll sú hugmynd það að þú getur bara hreinsað út innflytjendur í samfélaginu sko fólki er ekki lengur að hugsa alvarlega hlutina þegar það komið þangað. Þetta segja menn. Vissulega. En menn orðaði ekki kannski við ætlum að henda út svona mörgum þúsundum, en þeir segja sko vandinn er fjöldi innflytjenda, hvort sem það er tungumálið, hvort sem húsnæðismálið, heilbrigðismálið, vandinn er fjöldi innflytjenda. Ég held að það sé bara röng hugsun og vandamálið kannski er að vinstri hefur ekki ennþá náð að náð utanum þjóðarhugtakið upp á nýtt. Vinstri þarf að hugsa hvað er þetta þjóðarhugtak. Og ef við bara hugsaum hvernig til dæmis er að norrænu kraterinn á völdum, lykilatriði sem að í dag er horft tilbaka til, er hugmyndir þjóðarheimilið. Það sem kratarnir gerðu á Norrlöndum sem gerðu ekki á meginlandi Evrópu var að tengja saman sína stefnu við hugmyndir þjóð. Þjóðarhugmyndin ættir að skilgreina alls konar hátt og þjóðurniskennd eða jafnvel þjóðurnishyggja hún fær töluvert aðra áferð eftir hvað þú tengir hana við. Þannig að þú til dæmis tengir þjóðurnishyggju við það að borða slátur og eiga gúmmíveðlur og hlusta bara á harmoníkutónlist, þá verður þjóðurnishyggjan leiðinleg, það vill hann enginn. Ef þú tengir hana við ótta við innflytjendur til dæmis, og það er mjög skiljanlegt að þessi hópar í samfélaginu sem að finnst óþægilegt hvað innflytjendum hefur fjölgað. Ef þú tengir það við hann ótta, þá er það til þeirra. En þú getur líka tengt þetta saman, við erum örlátt fólk, við erum ekki hrætt fólk. Þú getur búið til aðra orðræði kringum þetta. Það er reyndu Svíarnir til dæmis. Já, og þeim tókst að þegar í árdaga... Þetta var fyrst í ég kom til Svíþjóð, þá voru þau mjög stoltir af því að taka á móti þeim sem að Pinochet og fleiri voru að reyna að myrða. Svíarnir gerðu eins og svo margt annað. Þegar nýfrjálshyggja var að sigra heiminn í hugmyndabaráttunni, þá fórst þú meðal annars því að drepa vinstrimenn. Meðan þessi Suður-Ameríku og þeir komu og leituðu skjóls í Svíþjóð. Sko það var bara svo margt annað sem Svíarnir gerðu illa. Því að það er ekki nóg að segja að við tökum öllum opnum örmum og hrúa eins og inn í fátækrahverfin og loka leiðinirinn á vinnumarkaðin. Það er alltaf að Svíarnir sko á sinn tíma. Þeir höfðu gert það áður við Finnana. Þeir höfðu gert það áður við Finnana og þetta var þetta með það sem það er sko að því að atvinnumiðlunina sem sagt þannig lengi vel var í höndunum á sko hinu opinbera. Þegar atvinnureigendur í Svíþjóð óska eftir sem sagt lista af fólk sem getur mögulega haft samband við til þess að ráða, þá getur þeir óska eftir svona hreinum listum þar sem voru engir innflytjendur á. Þeir bjuggu náttúrulega, þeir eru að horfa á til dæmis Rósengard og svona svæði í sænskum borgum í dag, þá er þetta heimatilbúið vandamál. Því að þannig kom inn fólk sem að fékk skjól eða flutti til þess að bæta tækifæri sín lífinu og það var mætt sko samkvæmt öllum rannsóknum tilbúið að verða sko eins sænst og IKEA kjötbólan en samfélagið bara hélt þeim. Þannig að Svíarnir hefðu átt að vinna meira í inngrónum rasisma sínum.
Ég held að það er kannski hjálpað og það er óhjákvæmilegt sko, mér er pínu... Ef við ætlum að læra Norðurlöndunum þá að vinna gegn rasisma. Já, mér finnst að við hafa áhyggjur af því til dæmis að við erum búin að þjappa saman ákveðin svæði innflytjendum, ekki sko á eins meðutanhátt, ok, við getum sagt sko í Reykjanesbæ, þá er alltaf bara aktíð búin að þjappa saman flóttafólki á eitt svæði. Fellahverfinu? Já, Fellahverfið er annars staðar. Það er ekki jafn svona aktíft inngrip en það er svona litlir mekanismar sem að er verið að nota sem að svona beina fólki þangað og svo kannski lykilatriði í þessu. Og sem að getur skilið eftir vandamál sem eins og þess er þar að þeirra er sko að nemandi fær ekki stuðning við íslensku nám á skólalóðinni lengur. Já. Að þá er lausnin á vandamál orðið miklu erfiðari heldur hún var ef að það hefði áður. Já. Og þá allt í einu þá situr hverfið eða samfélagi uppi með óleyst vandamál og erum við lengi tæki til að leysa. Nei, og svo ertu með krakkar sem alast upp í ákveðnum félagslega umhverfi sem hefur litlar tengingar út fyrir það umhverfi sem skapar miklu færri tækifæri fyrir þau þegar þau verða eldri. Þau upplega sig mögulega sem sko útilokuð. Þau finna að við erum hérna að fá að búa hérna en við erum ekki hluti af íslenska samfélagi. Það getur umbreyst yfir í alls konar óöfla hluti eins og afbrotahegðun eða eitthvað svona radikaliseringu sem við höfum séð gerast í Breitlandi og Norðurlandi og svona líka. Þetta er ekki að því að þessi krakkar eða foreldrar þeirra eða innflytjendur í höfuð séu einhvern veginn hátt fólk sem mun alltaf automatískt verða til vandræða. Þetta eru við búin til aðstæðanar sem að skapa þessi vandamál. Þannig að ég held þess að ein leið til þess að horfa á sko, að það að vera íslenskur, það er eitthvað meira en bara vegabréf, það er eitthvað svona mestmegnis sameiginlegu skilningur á hlutum, sameiginleg saga, tungumál og einhverjum svona hlutir sem skilur eftir töluvert rými fyrir ólíka lífstíla og annað slíkt. Og þegar við til dæmis, eins og við hefum gert undan árum, fáum yfir inn til okkar mikið af innflytjendum, þá verðum við átt okkur á því að það hefur implikasjónir. Við þurfum að átt okkur á því að þessi samfélag komum til með að breytast. Og það er ekkert endilega slæmt. Margt sem að innflytjendur komum með gerir hlutina betri, en við hefum líka að gera kröfu á innflytjendur tilengja sér tungumálið og svona, já, aðlagi sig að ýmsum hlutum. Og þeir sem gera herðustu kröfurnar tungumálanám og meðal annars skilyrði fyrir tilteknu getu í tungumáli til þess að afgreiða í bakari, við þetta borð eru innflytjendur. Það er oft miskilin hugmynd Íslendinga að við séum að gera innflytjendum gott með að gera ekki kröfu íslenskunám. Það er algjör miskilningur sko. Og innflytjendur segja það ákveðið ég að tala ég er pólskur og þú ert íslenskur, ákveðið við að tala ensku sem millimál. Hvað er ruglið það? Það er málið af innflytjendur þeir segja það vilja fá tækifæri til þess að ná tungumálinu, þeir skilja akkur það mikilvægt. Og þegar þau setjast að þá vilja þau setjast að og þau vilja ekki einangrast sko. Nei, þau vilja líka, þú ákveður að setjast að í öðru landi af því að þeir líður vel það, því að finnst samfélagið og menningin hún er bara virkar fyrir þig þú vilt taka þátt í því. En svo er náttúrulega það veit sem maður vill ekki læra eins og var þekkt hérna á Íslandi eitthvað Dani sem aldrei lærði íslensku við þekkjum það er alltaf einhverju sérlindar einstaklingar sko, og stundum nútaði til að sverta allan hópinn. En ég meina það eru tveir hópar sem eru mjög reiðir yfir skorti á íslenskukennslu fyrir innflytjendur. Það er annars vegar sko innflytjendur sem að vinna í þjónustustörfum sem hafa ekki tungumál til að sinna sínum viðskiptavinum og svo sem sagt reiðir hægri menn sem að þurfa að fá þessa þjónustu og geta ekki talað íslensku við hérna. En hins vegar eru þessu skrýtnasta þar sem að núna samkvæmt fjárlagafrumvarpinu á að skera niður í tungumálakennslu fyrir auðvitað líka. Sko við erum með þar sem við vorum þrátt fyrir allt, vorum við langt fyrir neðan hinn Norðurlöndin. Þetta er röngstefna. Það sem við þurfum er að gefa verulega í þarna því að sko, ef við notum þetta hugtak inngilding sem að ég ákveðni sjúka en maður þarf að nota það til þess að fólk sé tilbúið að hlusta. Inngilding gengur þetta á báða vegu. Þetta er eitthvað svona gagnkvæm aðlögun. Við sköpum pláss fyrir, þú veist, ykkar ykkar hlutin sem þið vilja halda í. Þið reynir samt að lifa mestmænis í samræmi við okkar siði, lög og allt þetta, skilur við. Þannig að það er svo margt í þessu þér og meðal annars einstaklishyggju á okkar tímum og eitthvað sem er kannski svona menningarlegar sveiflur sem að sumuleyti stjórnmálin ýta undir en að sumuleyti sko stjórnmálin aðlaga sig að og sem við langar að koma að. En bara að þú tala um þjóðarheimilið. Þá voru það svona hugmyndum hvað er þjóð. Og að því að þú byrjaðir á svolítið heitu tali identity stjórnmálin. Eitt af því sem að þjóðir hafa gert
til þess að endur nýja hugmyndina hver þjóðin svona sýnileiki og ég man að eins og ég satt ég á neðarastöð í París og það voru svona auglýsingar á svona ankurum á sjónvarpsstöðunum og vildi til að voru 2 sjónvarpsstöðar og það var svo augljóst að þarna voru sjónvarpsstöðunar að segja sko þetta franska þjóðin eins og hún raunverulega því þarna var maður með afrískum uppruna og þarna var kona sem augljóslega var frá Miðausturlöndum og öðru slíku og þetta gert með akkurat þess að þú ert að segja að við á sjónvarpsstöðinni ætlum að sýna að við erum eins og þið, við erum svona þjóðin en við höfum lítið gert að þessu, það komin eitt þulur núna á RÚV sem og við höfum fundið að þessu, ég man að ég talaði það þegar ég heyrði fyrst viðtal við 2 pólskar konur sem tengdust Eflingu, það bara ekkert svo langt síðan og ég var svo fegin og ég sagði nú brestur þetta allt saman en síðan hefur það bara varla verið að gerast en það aðeins með svona meiri þannig ég held að RÚV sé að fara að skilja þetta þeir verða að hleypa inn fólki af því að inngildingar á báða vegu þannig við verum líka að æfa eyrun okkar á því að skilja sko pólskan framburð og arabískan framburð og á íslenskun okkar en þessi leið á því að endurskilgreina hvað þjóð þannig að það sé ekki bara við þarna úr Húnavísýslunni þá notar þau svona tæki sem að antivókararnir verða alveg vittlausir yfir sko. Akkur verið að ráða þessa blökku konu við að lesa fréttirnar var hún hæfust það voru margir hvítir kallar sem eru miklu betri í lestri heldur en hún Ég meina þá líka að svara því skilur við erum til dæmis ekki með einhverja rosalega stranga ramma í kringum einhvers svona kótasetningu í ráðningum. Bara nefndir og ráða vegum ríkisins þessu konur. Já, og stjórnir fyrirtækja. Öðru leyti þegar kemur að ráðningum þá erum við, held ég að prinsipið okkar sé að við erum eftir því að ef það eru 2 jafnhæfir einstaklingar og annar einstaklingurinn af kyni sem sem sagt í minnihluta á vinnustanum þá ræður þann einstakling. Við erum ekki með kvóta í sambandi við innflytjendur eða litarhaft eða neitt slíkt. Og það þarf ekki að vera sko eitthvað vókism í því. Það getur verið að ég sé með ritstjórn og við erum með 7 kalla og bara 2 konur. Þannig ég vil frekar fá konu af því að bara betri blöndun, það bara betri hópur, það eins og ég vil bara fá sendir í liðið, það má ég ráða sendir. Nei, menna sko hugmyndin það að jafna tækifæri yfir hópa ekki vók í sjálfu sér. Ég myndi segja að sko, þú ert eiginlega ekki orðin vók til að nota eða hvað ég segja, mannustjóra vinstri maður fyrir en þú hefur sko, ert farin að hugsa þetta í einhverjum svona kúunar hierarkíum og til þess, og horfir á þetta raunum sem núllsumuleik sko, til þess að bæta stöðu þessa hóps þá þarftu einhvern veginn að taka þennan hóp niður þar þegar þú komið þangað þá ertu orðin dálítið bók en sem sagt í grundvallaratriðum hugmyndir jafn tækifæri jöfnun lífskjara og annað slíkt þær eru eiga sér miklu lengri sögu og heldur en núverandi útgáfa vókinu sko, eða jafnvel fyrri það sem við þetta viljum líka þú getur bara að þú nefnir ritstjórn þú getur viljað fá fólk sem hefur verið aðgengi á ákveðnum kreðsum sem að þú hefur ekki aðgengi að og þess vegna ertu að reyna að finna einhvern í þeim kreðsum hins vegar líka Jónas Kristjánsson gerði þetta til þess að það ástæðan fyrir því að Siggi bróðir Sigurjón Magnús kom inn í stéttina og Reynir Traustason að þau voru báðu sjómenn Jónasi fannst bara að við verðum að hafa eitthvað svona þú veist, með þær rætur Já, en ég til dæmis sko eitt sem ég samt tekið eftir eins og bara upp í háskóla að eins og með sko krakkan okkar sem eru innflytjandi krakkar eða annarri kynslóð að það virðist verið eins og sé eitthvað svona ákveðin og óformlegur þrýstingur sem að svona ýta þeim í áttina að nálgast fæið sitt á innflytjenda forsendum og bara get sagt svona þú veist eins og þegar ég fæ til mig nemendur sem að skrifa lokaritgerð í BM-meistarnámi sem eru með eitthvað innflytjenda bakgrunn og þau koma og ég sá ok, hvað ertu að skrifa og fyrst alltaf, já ég er svona pæli ykkur innflytjendatengdu og ég leið þeim að svona eitthvað fabler eitthvað það og svo byrja hvað langaði það mest að skrifa og þá kemur ljós í öllum þeirra tilfella þeir langar ekkert að skrifa innflytjenda þeim finnst bara þau eigi að gera það af því að sagt, þau eru með innflytjendabakgrunn og einhvers þar eru að senda innflytjenda skilaboð þegar eigi að vera fulltrúar innflytjenda það er svona að viljum að hægt og láta ekki að skipta máli ef þú ert búin að búa á Íslandi í 10 ár talar íslensku og bara þú veist, gengur bara ljómandi í lífinu ert að borga húsnæðislánuðinu eða einhverju íbúð í einhverju útkverfinu og bara
verandi jafn borgarlegur og leiðilegur og við öll hinn, þú veist, það áttu bara að vera fullgildi meðlimur af samfélaginu. Ef að þú strögglar við að aðlast, ef að þú ferð í einhverja leiðist þú í afbrot eða einhver skonar, þú veist, þú ákveður að neita að senda dætur þínar í skóla eða eitthvað slíkt, þá er við líka að tækla það sem einstaklingsvandamál. Vissulega eiga kannski suma þessu vandamálun ykkur menningarlegan grunn, en ef bara horfir á múslima á Íslandi, allur þorri múslima sem þú hittir í ykkur samhengi í Íslandi, eru bara múslimar á sama hátt og flestir Íslendingar eru kristnir. Þetta er svona þunn slæða í menningunni. En svo eru hort til ykkur einstaklingar sem eru svona jaðartilfelli og svo er þetta alhæft yfir allan hópinn. Við erum með svona kristna menn sem eru með mótmálaspjöld fyrir utan fæðingadeildina til þess að mótmála þungunarúði. Við eigum okkar eigin aukamenn, sko. Þannig að ég held að til dæmis þjóðarhugtakið eigi að geta sem sagt innihaldið innflytjendur. Og þannig innflytjendur eru flókinhópur, margir að koma til að staldra stutt við, það er bara ákveðin hluti, ég held helmingur sé farin innan 5 ára, jafnvel meira, sko, ef við tökum alla sem eru komið bara yfir ákveðna mánuði ársins, og það er alls konar svona atriði í þessu, sko, en hópur sem sest hérna að, þú veist, við viljum að sko, til dæmis íslenski fáninn á ekki að vera tákn bara okkar og ekki þeirra, þá ekki að vera implætt útilokun og innflytjendum með íslenska fánum. Þetta var fáninn sem að innflytjendur sem er ríkisfang geta sagt þetta er fánum minn og þeir sem hafa sest hérna aðeins ekki fengi ríkisfang, ekki sóttu ríkisfang, geta sagt þetta er fáni landsins sem ég bý og ég er stoltur að til samfélaginu, þú veist. En stemmingin í umræðinu er ekki á þessum nótum sem þú ert að tala núna. Nei. Hún er það að segja, voru þarna næstu 300 rosalega reiðir á Austurvelli. Við erum náttúrulega að hlusta á þetta fólk og þetta fólk, við mögum ekki kalla það rasista, þannig við erum að búa til brú yfir til þeirra. Ekki yfir til sko allra innflytjendana sem að þeir eru að ráðast á. Þetta er sama viðbröðin til þess við stóri mótmælum í London var mjög áberandi svona tónn að nú ættu við að fara að hlusta á þá sem að er að leggja til þess að 20.000 innflytjendur séu hentu landinu og skotið á báta á Ermarsundi. Sko, ég held að það sem þú ert að hlusta á er ekki, sko, þú ert ekki verið að hlusta endilega á Tommy Robinson. Það sem þú ert að hlusta á er fólkið sem að mætir hana. Því að það er ekkit endilega sem sagt með einhverja afgerandi skoðun sátt. Þú bara horfir á það að stærstur hluti af innflytningi fólki á Íslandi hefur snúist að fylla botnin á vinnumarkaðnum. Það hefur þær afleiðingar að fyrir fólki sem er þar fyrir það mætir harðara samkeppni störf, það mætir harðara samkeppni húsnæði og það er í harðara samkeppni bjargir hins opinbera líka. Eðlilega er þetta fólk ekkert rosalega ánægt með það að innflytjendum fjölgi í þessu samhengi. Það hefur enga farveg, mörgum í virðistunum, ekki allum, mörgum finnst óþægilt að tala með innflytjendamálin og vill ekki adressa þetta. Þannig að þetta fólk fer þá einu staðana sem er talað um þetta. Það þýðir ekki endilega að þau séu bara rosa hlynt því að henda þeim öllum landi. Þetta er einhvers konar ákall eftir bara er ykkur til í að hlusta á okkur. Einhvers þar orðaði þetta þannig að sko, þú veist, við þurfum ekki að minnka inngildingu eða eiginlega þurfum að útvíkka hana til sko þeirra verst settu sem eru innfæddir. Ég hef oft ekki dæmi í svona umræðu við þetta borð að ímyndaða konu sem var að vinna í Granda sem núna heiti Brim og þegar hún kom þar sem hún kona þá var hún að vinna bara með vinkonum sínum og var í kaffinu og hafði gaman og var sómasamleg staða verkakonu og svo fór hún í strætó upp í Breiðholt og það sem hún bjó í Fellahverfinu. Núna er það þannig að hún er ein sem að talar íslensku í kaffitímanum. Það eru eiginlega bara innflytjendur sem búa þarna og hún fer heim í Fellahverfið og þar allar vinkonunnar eru fluttar úr stigaganginum, þannig að hún er eiginlega ein eftir með innflytjendur sem hún tengir ekki við og henni finnst þess að sko samfélag sem ég held að ég var að fara að ganga inn í og taldi að vera örugt og vera mitt samfélag, það er horfið. Og hvað er það, segir hún. En það sem ég skil alveg þetta, en það sem ég er að tala viðbröðin við þessum mótmælum er að fara að tala við sko Tommy Robinson og segja, eða Nigel Farage eða Trump og svona sem bara veður yfir Sameinuðu þjóðirnar með einhverjum bara rasism og islamofóbíu og það bara andmælir enginn. Nei, handla sko það bara andmælir enginn. Sem sagt handla mjög erfitt þegar að Trump mætir að því að hann er fórst í Bandaríkjanna og það er bara þegar staðan er bara í dag í alþjóðamálunum þannig að might is right.
Þetta auðvitað tragist, en svo ertu náttúrulega með það að þú einhvers veginn verður að sko feysa það að Nigel Farage hann búin að byggja flokk sem stefnir í ef verði kosið á í dag að myndi sko fara frá því að vera jaðarflokkur yfir í að hafa hreinan meirihluta þingmanna. Það eftir að koma í ljós, sko. Það eftir að stilla upp og það gekk ekki vel síðast hjá þeim. Það er máli leið og það er ekki eitthvað kræsilegur hópur sem hann mun stilla fram. Ekki endilega, sko, en við erum farin að sjá íhaldsmenn flýja yfir og eitthvað, þú veist, það sem að sko þarft að gera er að hugsa okkur, af hverju er fólk að fara yfir á hann flokk? Það er ósátt við samfélagið. Já, það er ósátt við samfélagið. Vinstrið er ekki að hefur ekki verið farvegur reiðinnar. Nei. Heldur hefur hægri verið það. Og ekki komið með lausninar sem að fólki vantar. Og þegar horfum bara á það sko að þegar vinstri segir þegar ekki til að vera ósatt við innflyndur, vandamáli ríka fólki, svo kemst vinstriflokkar til valda og taka eitthvað af ríka fólkinu til þess að hjálpa hinum. Voðalega lítið. Ekki samfélgin, þannig að þú sitir þá uppi með hérna það að þetta fólk er bara desperat að reyna að finna sér annan farveg, eitthvað sem er tilbúin að hlusta og kannski líka bara á endanum að ef enginn er tilbúin að hlusta, þá er það bara tilbúið að brenna helvitis kofan. Já, það voru mótmæli í Frakklandi ég held að séu svona 10 dagar síðan. Og það voru verkalýðshreyfing sem stóð fyrir því að vera verkföll að einhverju leyti en mótmælut á götum. Og það var svona, hægri pressan var að segja að það voru nú ekki með 550 manns út á götu, þetta var nú ekki neitt. En vinstri pressan, hún var á því að þarna tókst, þetta var stórkostlegur sigur, en okkur tókst að verða farvegur reiðinnar gagnvart stjórnvöldum. Já. Sem er því að hinn valkosturinn er að Tommy Robinson og Le Pen séu það. Og þar voru svona aðrar áherslur. Við sjáum það líka til dæmis að það eru mótmæli á götum Ítalíu, þar sem að verkalýðshreyfingin tekur þátt í, og það er pro-Palestine. Það sem er verið að reyna að þrýsta stjórnvöldum á, sem er klassískt svona vinstri mál og að mörgum ástæðum, líka bara út af áhrifunum sem það hefur á innanlandsstjórnmál. Þannig að þú ert kannski að tala um það að vinstriðin hafi mistekist að vera farvegur óánægju fólks með þróunina. Það er rétt. Hins vegar, eftir líka að segja það er eiginlega ekkert að hérna. Þannig að óánægjan hérna er ekkert svo mikil. Það var hérna annar þráður í þessum að segja. Sko, já, þess vegna förum við að kvarta yfir einhverju sem er kannski tilefni til að kvarta yfir, sem líklega þá sem er rótin af vókinu. Sko, þannig líka spurningum, sko, hverjir verða vók og hverjir verða hverjir hoppa yfir á hægri vagnin. Ég sá nú í svona svipuð, það spjallar ekki sem er röð með Sólveig. Er ekki antivók hægri stefna? Ekki endilega, það er alveg fullt af antivók vinstri líka, sko. En það er líka að maður sér stundum með þetta, það tragiska elementar sem að fólk hoppar úr einum öfgum í aðra, sem virðast bara vilja hafa öfga í hausnum, líður betur þannig. Sko, það sem að hérna, að því að þú varst með Sólveig daginn í samskonar þá vísaði hann í bókina We Have Never Been Woke eftir Musa Al-Gharbi. Og hann notar alls konar gögn og hluti til þess að rýna í þetta vókfyrirbæri og segja að hans niðurstaða er bara mjög skýr. Vók er millistéttarpólitík. Þetta er leið til þess að setja fókusin af efnahagsmálunum sem að vinstri ræður illa við yfir á hluti sem að vinstri getur auðveldlega komið í gegn, sem hafa kannski ekki stórkostlegar afleiðingar nema svona í einhvers konar svona sem symbolísk pólitík og svo er þetta notuð sem vopn hjá millistéttarfólki til að berja á hver öðru. Þú missir út þér randfornafn eða notar óuppleitt orðum einhvern fólk með einhvern húðlit og þá er þeir refsa hratt og örugglega af vinuðinum í millistéttinni og sem eru auðvitað að horfa á starfi sem þú ert í sem þau ætla að ná sér í næst, skilurðu. Þannig að það er eitt, sko. Hversu stórt er þetta? Ég þekki svona umræðu um háskólum í Bandaríkjunum og svona. Hversu stórt telur þetta að sé á Íslandi að fólk hafi verið að missa vinnuna út af skoðunum sínum? Við erum nefnilega að því við erum alltaf með þetta 10-15 árum eftir trendum nákvæmlega. Við gætum enda þarna, meinar en við erum ekki. Ég held að við séum svona hægt og rólega síga inn í þetta, sko. Það trendi í þessu, sko. Þú veist, ég held að þetta er ekki búið að vera stórt vandamál. Ég held að þetta gæti orðið það. Og kannski það sem að vinstrið frá mínu bæti sér þetta ágjör af að þegar bakslagið kemur, þá verður það rosalega hart. Þetta er
fyrsta skrefið í áttina þegar að fá yfir sig Donald Trump eða Nigel Farage. Af því að þetta er pólitík... Út af ókinu? Já, þetta er pólitík sem að hún vekur mikla úlfuð. Hún vekur úlfuð til dæmis á þann hátt að þú situr uppi með einhver einstakling sem að er hvítur meðaldra kall sem að leigir stúdíubúð ykkur kjallara í ykkur útkverfi og er í ótryggri vinnu og lágar tekjur. Og honum er sagt að hann hafi ykkur forréttindi umfram til dæmis bara Kristrúnu Frostadóttur sem að situr í forsætisráðuneytinu. Það er ekki alveg þannig, hann er með forréttindi umfram konu sem er í fatlaða innflytjenda konu sem hann byggi í samskonar herbyggi. Það er nefnilega ekki þannig sem þetta er sett upp. Þetta er sett upp á þess vegna er þetta ídendispolitík sá til. Þetta eru stórar lýðfræðilegar hópar eru afgreitir sem einhvers konar bara svona blokk af fólki sem að er eins. Við vitum raunveruleikinn. Þú ber sök á öllu ofbeldi karla gegn konum. Prívat persónulega, já. Það og það var alltaf eitt af því sem var útrúlega fyndið við þetta hérna í MeToo-tímanum, það sem að eitt af því sem átti að verða eitthvað lausn á okkur var að kallar ættu að hitta sín á milli og ræða sín forréttindi. Ok, kallarnir sem actually fóru og gerðu það voru sennilega kallarnir sem voru síst líklegir til að beita kynferðislega ofbeldi. Þeir voru þannig á staðnum, þeir voru búin að kaupa hugmyndafræðina þá þegar. Þetta hefur auðvitað engin áhrif. Þú þarft að hugsa þetta á minna hugmyndafræðilegum fórstum hvers vegna gerist það, hver gerir það við hvern og hvernig komum við að ferða. Ennulega að hugsa þetta líka bara eins og... En sósíalistar myndu segja að ofbeldið eykst eftir því sem að valdahlutdeildin eru grófari og verri og þess vegna það er bara ef þú ætlar að stýra samfélaginu þá kemstu ansi langt með það bara einn mæli í mæliborðinu sem er jöfnuður. Þetta er sósíalistar geta sagt. Ég held að sósíalistar hefur tiltölulega rangt fyrir sér af því að ef jöfnurinn er á jafneimd þá er ekki góð hlutir að fara að gera. En ég held að það sé sósíalistar sem er að stefna að eimd. En svo ég ætla nú það. Nei, ég bara segja, skilur, bara þessi fullyrðing sem slík, sko, hún stendst ekki... Það er ekki sósíalistar sem er með þennan mæli sem er að stefna á eimd. Það er bara anstæðingar til að segja það. En þú bara setti fram þess að fullyrðingu, ég var bara stresstjekka hana, skilur. Það sem að kannski sannleikskorniðinni í er að ef þú ert að reka samfélag, þá hefur þú kannski tvær leiðir til þess að tryggja svona ákveðin félagslega stöðuleika. Svo fyrri er valdbeiting. Þú reynir að taka einhvern hluta af íbúunum sem eru á svæðinu. Þú ert ekki með það sem hluti af samfélaginu. Þeir eru þannig, þú ert að stjórna þeim. Hin leiðin er að finna leið að inklúdera sem flesta inn í samfélagið með því að láta hagsmunum þeirra fara saman við samfélagið. Þetta var allir með útgangspunkturinn í séreinar stefnu í samtöku húsnæðismál. Ef allir ættu sitt eigið húsnæði og væri að eignast það við tíma, þá hefðu þeir ákveðna hagsmuni bundna því að verja samfélagsgerðina og halda félagslegum og efnahagslegum stöðuleika. Við værum öll einhvern veginn í sama báti á einhvern hátt. Kannski að við skulduðum öll, að þá hefðu við þá getur við hlýðnari. Það er einnig. Því að ef allir ættu þá væri það bara til að skapa svona almenna öryggiskennd í samfélaginu svipað og Svíarnir segja það var leiga þá segja þeir bara það hvarf spenna úr samfélaginu með að leysa húsnæðisvandann. Já, og ég held að það sé lykilatriði. Ég held að eitt af stóru vandamálum sem stöndum frammi fyrir í dag er til dæmis að sko lífskjör fólksaldurinn kannski svona 25-35 ára verðist að dragast aftur úr. Það er miklu erfiðar að komast í húsnæði. Þetta getur haft svo áhrif yfir á fæðingatíðni sem hefur áhrif á marga litur á tíman. Þetta hefur líka áhrif á félagslegan stöðuleika af því að fólk sem er frústrerað sem fær eitthvað er ekki að starta svona sínu fullorðins lífi það finnur sér annan farveg fyrir alla orkuna sem það hefur. Já, upplifir stéttakúinu þess að því haldið niður í og það er ekki hlustað á það og það er bara við ræðum ekkert við leigjendur, við erum með nefnd sem er eins og húsnæðisvandamálið og við erum 40 manns í nefndinni, það er engin leigjandi og við þurfum ekki að hlusta á þetta því að akkurat við hlusta á okkur sem er leigjandi, hann er bara lúsir í lífinu, við hlustum bara á þá sem hafa náð fram að ganga og helst á ríkakallinn og þar höfum við gott. En þetta var raun og veru kannski það sem hugsa með þjóðræðmælið. Þetta er sósíaldemókratíska hugsunin sem að Skandinavían er unn eftir. Að þú ert að reyna að stækka tjaldið, fá sem flesta inn í tjaldið. Ekki hafa hemil á þeim sem að koma ekki inn í tjaldið. Vel að merkja þá hefur þetta á köflum verið sem sagt ákveðin þráður í hugsun hjá ákveðnum íhaldshugsunum líka.
eða hugsa bara tilbaka eins og fyrsta lífeyriskerfið sem kemur til í Þýskalandi undir stjórn Bismarcks sem svona ekki bara íhaldsmaður heldur dálítið svona authoritarian íhaldsmaður og það snerist að binda hagsmuni sérstaklega iðnaðarstéttanna við hagsmuni ríkisins af því að þið lítið á sósíalismann vaxandi sem vaxandi ógn. Þetta spurningum að nota velferðarkerfin til þess að hnýta samfélagi saman, ná sem flestum saman á bakvið það. Þú dregur úr polariseringu, þú dregur úr spennu, þú dregur úr alls konar hluti með því að skapa fólki þetta öryggi. Það sem að við ættum kannski, ef ég væri íhaldsmaður, þá myndi ég vera að hugsa á þessum nótum. Ég myndi vera að hugsa, ok, við erum leiftímum sem að líta ókvænlega út. Ég held að við höfum aldrei í minni lífstíð verið nær því að sjá þriðju heimsstyrjöldina bresta á. Ég ekki alltaf að segja að gerist, en þegar ég var alast upp, það voru svona stóra bækur sem heitu símaskrár og blaðsíðu 6 var svona leiðbeiningasíðum hvað maður að gera þegar kjarnorkuvopn sem kemi. Við vorum miklu lengra frá þriðju heimsstyrjöldinu þá heldur við erum í dag. Og þetta lítur alltaf óhugulega út. Á þess svona tímum þá ætti íhaldsmann að vera að hugsa hvernig þjappa ég þessu samfélagi saman. Og við líka nærði að samfélagið okkar bara brotnaði innan eins og við erum að horfa á í Bandaríkjunum. Já, á saman tíma við nefnilega að eiga við massífa skautun í pólitíkinni þar sem að jaðranir fá að mata hvern annan dálítið mikið og kannski jaðrar sem að hvoru þeirra að bjóða upp á lausnin fyrir vandamálin sem að þarf að takast á við sem að alltaf á endanum held ég að það þurfa að tryggja fólki ákveðið efnahagslegt öryggi, ákveðin stöðuleika, ákveðina möguleika að sjá að framtíðin verður bjartari og bjartari bara við stöndum öll saman og það þarf að vera einhvers konar díll það. Einhvern veginn gerðist það að eftir hrun að stjórnarskráin varð að einhverju symbóli fyrir samfélagssáttmála sem að sýnda fólk skildi ekki þetta samfélagssáttmála hugtak. Samfélagssáttmála verður til í gennum pólitík þegar að það næst einhvers konar langvarandi svona samstænd að við séum sem samfélagi að stefna í ákveðna átt. Þannig að einhver leyti ángi af stjórnarskrármálinu það að almenningur samþykkir eitthvað en yfirstéttin vill það ekki og hvor vinnur. Því miður það hjá okkur að yfirstéttin vinnur, að við búum við svo mikla. Já, ég bara held að stjórnarskráin hafi bara verið eitt stórt einn stór smörklípa. Þú getur haft skoðanir á henni, en það var kosning og svona í lýðræðslegu samfélagi þá hefði það gilt, Vissulega, en ekki, við búum ekki við meira lýðræði. Má ég spyrja það eina því að þú verður gaman að bara fá þig aftur. Ef maður langar að spyrja einu út af identity stjórnmálunum og öllu því. Sem svona menningarlegt fyrirbrigði líka og tilheyrir svona samfélagslegum breytingu sem hafa orðið og að við fórum svolítið langt aftur með almenna atkvæðarétt og það rísa upp við náttúrulega á 20. öldinni sáum við stórkostlega byltingu, kvennabyltinguna baráttu svartra í Bandaríkjunum, samkynhneigðra, þetta eru stórkostlega byltingar og sumuleyti þótt að séu ekki allar rætur í einhverjum sósíalisma baráttu svartra í Bandaríkjunum áttu mikla rætur bara í kommunisma og sósíalisma og að sumuleyti hluti af kvennabaráttunni þótt að á Vesturlöndum hafa hún verið að sumuleyti færða ofan í svona samkeppni við bætta stöðu kvenna í austrinu. En þetta eru stórkostlega byltingar og ég var hún kom til mín einu sinni hún Lilja Margeirsdóttir sem kvikmyndagerðarkona í Noregi, dóttir Ingólfs Margeirssonar þannig þekkjum við hana. En og hún gerði Elsklig sem að ég var svona að spyrja að því að mér fannst þess að myndin væri byggð ekki á bókmenntaarfi eða listaarfi heldur svona sjálfshjálparbókum og svona. Og hún var alveg á því að hún hefði eiginlega samið, þetta er svona leið konu í gegnum svona sinn vanda og við vorum svolítið að ræða þetta og hún gaf upp þessa mynd, hún sagði við erum núna á barmi stórkostlegrar menningarbyltingar eftir að allir hafa verið að berjast fyrir því að fá rödd og vera heyrðir og það rísa upp alls konar raddir og þetta virkar kannski eins og svona einhver stórkostlegu glundroði og einhver að segja með einhverjum hætti en raunverulega erum við að upplifa eitthvað sem er bara stórkostlegt
og ef við komumst í gegnum þetta, ef að allir geti sagt sína sögu, og þetta hljómar stundum leiðilegt og svona einstaklishyggja og allir eru uppteknir af sinni stöðu og sinni sögu og enginn að hugsa eins og stórkostlugur skáldi gerði í gamla daga sem hugsaði eins og Guð og þetta hljómar einhvern veginn þannig. En þetta samt tíminn sem við erum að lifa, sem að menning okkar núna svona Vesturlöndum er að gangi í gegnum og ég fór að velta fyrir mig býtu, ættu ekki bara að fagna þessu? Af hverju erum við hrædd við þetta? Þannig eitt þetta ég held að þessi rétt hér horfum á kynjajafnréttisbaráttuna, borgarréttarhreyfingunni í Bandaríkjunum, sem sagt hreyfingu bara menn sem voru skilgreindir sem múlasnar fengu réttindi, þetta stórkostlegt. Það sem og baráttu samkynhneigðra í lokasprettinum á 2000-öldinni. Þetta identitetspólitík sem að hún var alls ekki róttæk. Það má jafnvel segja að hún hafi verið pínu íhaldsöm. Þetta var pólitík sem gekk út á sem sagt kröfu fullan aðgang að samfélaginu í krafti sameiginlegrar mennsku. Díllinn er þessi, við viljum ekki taka neitt af ykkur sem eru þannig, við viljum bara fá að njóta þess líka því eins og þið eru við manneskjur. Og þetta er krafa sem er rosalega erfitt að afneita fólki ef þú hefur snefil af svona human decency, skilur. Það sem hefur breyst í identitetspólitíkinni er að hún er orðin meira antagonistik og þessi þráður var alltaf til. Við getum sagt sameiginlega mennski þráðurinn, það kristallast til dæmis í Martin Luther King. Núllsummuleikurinn, það kristallast í Malcolm X og þeim armi þeirra hreyfingar. Sá armi verður undir í þeirri baráttu. Hluta til af því að þegar krafan verður núllsumleikur og við ætlum að taka af ykkur af því að við eigum skilið. Segja bara eins og til dæmis umræðan sem sagt skaðabætur í Bandaríkjunum fyrir afkomendur þræla. Þetta raunveru leyst upp ykkur svona furðulega umræðum það að það eigi að færa eignir og tekjur frá hvítu fólki til svarta fólksins. Auðvitað bregst þá hvíta fólkið ókvæða við og segir við erum ekki tilbúin í þennan leik. Eins og þrælasásinni gerði á sín tíma. En þrælinn þá þurftur að taka það og kallarnir hafa gert, þegar konur vildu fá sömu laun og svona, þá voru kallarnir brjálaðir. Já, þeir gátu ekki neita því. Þeir eru á endanum hægt og rólega. En nú er valdabaráttan, það er bara ekki komið ljós. Já, nei, hver getur neitað? Ég held að valdabaráttan, ég held að nálgunin sé þannig að þetta muni búa til bakslag. Þetta framleiðir sitt eigið bakslag. Það býr til Trump sem ætlar að hindra að svartir og litaðir fái kosningarétt til þess að ná fram þessum kröfum sínum. Þess vegna ætla þau bara að verja það og verja sig með einhvers konar fasisma að minnka aðgengi sumar að lýðræðinu. Þetta býr til Nigel Farage sem að þú veist vill senda fólk úr landi í 100.000. Ég held að það sé alltaf effektífara Andstæðan við þrælahaldinu gat þessu Ku Klux Klan og ekki óttustu það. Ekki lengur, það er 300 meðlimir eftir eða eitthvað. Þú veist, við getum ekki verið svo hrætt við átökin að við getum ekki bórið fram réttláta kröfu. Máli er að réttláta krafan sem byggir á sameiginlegri mennsku, hún tekur lengri tíma, þetta er vinna sem þú þarft að halda áfram að vinna. Þegar þú komið á stað hins vegar að búa til núllsumleikinn og þú segir, þið eru hópurinn með forréttindin, sem oft er rétt greining, þannig er hópurinn með forréttindin. Ef hópurinn með forréttindin er ekki tilbúin að gefa þau eftir, þá mun hann verja þeim með kjafti og klóm. Þannig að þetta er kannski ekki besta leiðin til þess að ráðast á sterka hópinn í samfélaginu. Þú vilt kannski vinna þetta meira á einhverjum svona við erum öll manneskjur og við þurfum að gruna. Þú gerir eins og Ragnar Baldursson segir í viðtali við mig að kynverjarnir vilja gera með taóisma. Það er ekki að reyna að þröngva og fljótt í gegn þeim breytingu svo að gera. Það gera það bara mjög hægt og bítandi, þannig að enginn taki eftir því raunverulega. En varðandi þetta sem við erum að segja, sem að skiptir máli held ég, þetta með sameiginlegu mennskuna.
Svo tilbúð við konuna, þú mátt koma hingað inn og fá hennar sameiginlegu mennsku sem mennska skilgreint frá kallinum og hennum velstæðakalli. Og svo hafði sagt við svarta mannin, kom þú mátt fá þessa sameiginlegu mennsku sem mín mennska. Svo segir fólki sem komið þarna, þetta kannski svipað og með harm eftirstríðsára kynslóðarinnar sem að færði hennum verðsettu svona efnahagslegt öryggi og stöðuleika og þá kom næsta kynslóð og sagði, byrju, ég vil eitthvað allt annað þetta. Ég vil ekki bara brauð, ég vil eitthvað rósir, svo þeir. En svo er búin að taka konunnar og samkynniða og þú er búin að taka alls konar fólki inn og þá byrja fólki að segja inn í hennu sameiginlegu mennsku. Byrju, þessi mennska sem hún bjóða mér upp á, Kolbeinn, ekki okkar mennska. Þetta fyrst og fremst þín mennska. Þannig þú ert eiginlega að bjóða okkur það, við megum fá fullréttindi ef að við föllum fram og tilbyðum þig og verðum alveg eins og þú. En við erum ekki alveg sátt við það og við kannski búum í tíma sem núna sem bara órói yfir því hver hinn sameiginlega mennska. Það kannski ein leið til að hugsa þetta, sko. Ég reyndar að það bjartsýn að ég held að mörgu leyti hafi fjölbreytileiki mennskunar að lausnin hafi alltaf verið innbyggð inn í frjálslyndistefnuna. Og ég held nefnilega, sko, það sem að fólk sem í svona fjölmenningarhyggju, sko, það sem eru ólíkir hópar í samfélaginu og þeir eru svona identitet. Ég held að það sé eitthvað sem gengur illa upp í frjálslyndu samfélagi. En að einstaklingar fá að hafa sína sértæku mennsku og hún eigi svo þetta rætur í reynslu þeirra sem oft bundin því húðliti, hvað stétt og fættist og annað slíkt. Það eitthvað sem sem frjálslega samfélagsgerð á að geta höndlað. Það leiður fyrir að smætta þetta niður í einhverjar svona kategóriur og horfa á okkur sem hópa og svo nefnilega annað í þessu. Leiður bara að gera það, þá ertu líka á vissan hátt að afmennska fólki sem þú ert að reyna að verja. Allt í náttúrulega komin á þannig stað þar sem þú ert að afneita því að ákveðna hópar hafi hvað kallar þetta, gerendahæfi, agency, af því að þeir séu bara fórnarlömb samfélagsgerðarinnar. Þeir séu bara englar, þeir séu eins og við hinn sem eru bæði englar og djöflar. Ekki endla englar, en þú ert einhvern veginn... Ég að tala að við erum briskliki maður, að við verðum að hafa það inn í mennskunni, að við getum ekki haft það þannig að sumir séu englar og aðri djöflar. Þetta verður við að gangast við því að inn í okkur bæði dillingur og djöfull. Það þannig, fyrir einustu manneski, sko, þannig að, og svo bara ekkur þetta hlutir sem, þú veist, ég klóra mér í kollunum yfir því, sko, hvernig umræðan transfólk gat orðið svona heit. Og við erum með mjög mikla heift í tveimur pólum og báðir pólunir að fókusera á trans. Seinni hlutin gleymist alltaf fólk, nákvæmlega eins fólk og við sem að ganga í gegnum hluti sem eru kannski framandi fyrir mörgum okkar en 90% af lífið þeirra samt bara nákvæmlega eins og það sem við öll hinn erum að ganga í gegnum, húsnæðis, lán og vinna og uppeldi og bakið að mann verði lélegra með aldrinum og þú veist að andan mér að mennskan skapar alltaf miklu meira af sameiginlegri reynslu, sameiginlegri upplifun og bara sameiginlegri hlutum heldur en þessi hlutir sem að eiga að greina okkur að. Jú, en það lendur alltaf í vandræðum að sem eitt segir, sko, ég vil vera trans í heiminum og annars segir ég vil lifa í heimi þar sem enginn trans. Þetta náttúrulega... Ykkur búin að segja það að hann vil ekki vera í heimi þar sem enginn trans? Hver hefur sagt það? Það með því að segja að það bara til 2 kyn, Kolbeinn, þar með þetta það ekki til, annað hvort þetta kallið eða kona. Já, en sko... Og þú ert, þetta er líffræðilegt kyn og þeir segja, svo koma líffræðingar og leiðrétta þá, en það heldur bara áfram, að svo sé þessi tvíhyggja sem kannski tengist því sem ég var að segja áðan með mennskuna sem við göngum inn í, að hún svona tvíhyggju mennska sem að byggir á tiltekinni arfleið og þú verður að sætta við hana, svo kemur fólk inn í mennskuna og segir, ég er ekki til í þessa tvíhyggju, karla og konu mennsku. Nei, sko, ok. Ég ætla að lifa í annarri mennsku, Kolbeinn. Sko, sem einstaklingur sem að fer frá því að vera kalli yfir að vera kona, truflar tvíhyggjan ekki neitt. Byrjum þar. Þú getur sagt að ég trúi bara á 2 kyn. Það virðist vera eitthvað hættulegasta hluti sem getur sagt í stjórnmálum í dag, allt í lagi. Það er ekki svo hættulegt, það bara einhverjir nokkrir sem að segja þetta og fá eitthvað ansvar. Það verður þvílík reiði. Það er skemmtilegt að líffræðingar koma fram og segja að það byrju líffræðilega, þá er ekki 2 kyn, svo það sé bara á hreinu. Já, ok. En svo kemur Sigmundur Davíð og einhverjir svona menn sem að halda því fram með svona, eins og þeir geti talað yfir líffræðina, sko. Já, en sko það sem ég veltað fyrir mér það að sko þegar þú segir til dæmis það bara 2 kyn, þú útilokar ekki sem sagt fólk sem að kynleiðir eftir yfir línuna. Það er engin bókstaflega haldið fram að þeir vilja ekki þessi til transfólki í heiminum eða neita þessi til transfólki í heiminum.
Ég ímynda mér að þegar að Snorri Másson sagði þannig á dögunum að hann teldi að vera bara 2 kyn, þá hafa hann verið að tala um kvárin. Kvárin, non-binary fólkið skilur og all fornöfnin. Já. Hann hafi verið að tala um íslensku? Nei, hann talaði líffræðilega, sko. Já, ég held að hann sé að horfa þetta út frá svona frekar hefðbundinni gamaldags líffræði. Sem blandaði málfræðinni eða eitthvað? Nei, en sem sagt, sko, getur þú útskýrt fyrir mér hvað non-binary er? Ekkert svo, það truflar mikið, sko. Nei, getur útskýrt það fyrir mér? Hvað er? Getur sagt mér hvað er? Nei, ég ætla ekki að fara í þessa umræðu, en það finnst hann ekki svona skipta máli. Ég var bara að benda á að það annars vegar fólk sem vill vera skilgreint með einhverjum tilteknum hætti. Já. Og svo eru aðrir sem vilja ekki una því að vera skilgreint með þeim hætti, sem er deilan. Já. Og flest okkar stöndum bara fyrir utan þetta. En við þurfum að taka ákvörðun með hverju megum við ættum við að standa. Þeim sem vill skilgreina sem einhverjum hætti og upplifir það að hann sé ekki velkominn í þjóðar heimilið þitt, eigum við að standa með honum, eða eigum við að segja, heyrðu, hér er ágreiningur af því að sko Sigmundur Davíð og Snorri, þeir eru svolítið öfugt við líffræðingana, svolítið á því að sé til bara 2 líffræðileg kyn. Við erum að eiga þetta diskussjón við þá svolítið þangað til að við erum búin að ná einhverju svona nýjum samfélagssáttmála sem að þeir eru sáttu við. Ég er ekki alveg viss að við fara þangað. Ég held að valkostur okkar sé ekki svona rosalega þröngir. Sko, í öðrundina þá mér bara nákvæmlega, finnst mér að fólk geti skilgreint sjálf á sig nákvæmlega svo skilgreint sig. Þú upplifir þig sem ekki kall, ekki konu, það til fornafn á að vera mér sem er skráningu og opinbera fyrir það, bara gott og vel. Þú mátt skilgreina þig út frá hvernig þú upplifir þig. Það gefur samt ekki kröfu á að aðrir skilgreini þig út frá hvernig þú upplifir þig, þeir munu nánast automatist skilgreina þig út frá hvernig þeir upplifa þig. Og svo segi ég, heyrðu Kolbeinn, en ertu ekki til í að sætta þig við skilgreiningu mína? Og þú segir, nei, mín upplifun á þér skiptir meira máli heldur en þín upplifun á þér. Og þá segi ég, heyrðu, getum við tekið það sjónarmið sem jafngilt við þann sem að vil skilgreina sig sjálfur? Já. Er það? Klárlega. Þannig að rasistinn og sá sem að verður fyrir rasismannum, það eru jafngild sjónarmið og við verðum að taka, þannig við verðum að vera öll saman svona hálfir rasistar. Nei, við getum haft okkar siðferðslega afstöðu til þeirra og við stóð siðferðslega og við getum til dæmis verið á því að það að vera lagalegt rými fyrir fólk til þess að skrá sig sem kvár eða stálp. En ef við ætlum að búa í samfélagi þar sem að það er tjáningar og skoðunarfrelsi, þá verður við bara að lifa við það að fólk mun stundum segja hluti sem er sárt að heyra eða móðga okkur eða pirra okkur eða stuða. Ég held að flesti gerir það, sko. Ekki þegar þú farin að, eins og þú setur þetta fram, þú þurfur að standa að vera í liði það að einhver segir eitthvað sem að stuður. Þú ert banna móðgunina, sko. Ef þú segir eitthvað og það móðga mig, má ég ekki tjá það á móðgun? Jú, þú mátt alveg tjá þessa móðgunina. Það þýðir ekki að þannig þakka niður. Og það er kannski, sem sagt, ef við komum á félagslegu hliðina á þessu, þegar það kemur sko, verður að þessi mikla undiralda í kringu sem gerist alltaf regla á samfélagsmiðlum, það verður geðsæring út af einhverju og fólk stekkur borð í vagninn og fordæmir einhvern. Sko, ég held að engar áhyggjur af því að þetta hafi fallið Snorra Másinni neitt sérstaklega þungt. Ég held beinlínis að hann hafi gert ráð fyrir þessu. Þetta er það sem að Snorri er rosalega góður í, að trölla vinstrið til að fá vinstrið til að fara af límingunum. Það sem að gerist eins og það er að annað fólk verður meira hikandi við að tjá skoðanir sínar. Það verður hikandi við að spyrja spurninga af því að það áttast á því hér er eitthvað sem er rosalega eldfimt. Ég skil ekki hvað þetta er, ég skil ekki hvað þetta er eldfimt. Við skulum ekki rukka þessum báti. Þannig að bara almennt séð værum við betur sett og ég skil þú veist, og svo er eitt annað. Sko, ef ég segi til dæmis að En býtum við maður eins og þeirri. Hver er munur á þessu? Ef ég myndi segja núna að ég stiði frelsisbaráttu Palestínumanna og þú myndi segja hvað ertu þá stuðningsmaður Hamas og hryðjuverka. Hver er munur á þessari orðræðu og þessi sem þú ert að vísi? Það sem allir reyna einhvern veginn að þagga niður í andstæðingum með einhverju svona blammeringum. Ég sé ekki hliðstæðina, sko. Nei, mér finnst það augljóst að fólk má styðja baráttu Palestínu. Ég sjálfur er á því að... Ég er ekki að segja þetta persónulega. Það sem er verið að reyna að þagga niður í einhverju sjónarmiðum í samfélaginu. Með því að gera það þannig að þessi óþægilegt fyrir annað fólk að taka upp viðkomandi málstað. Og það er tilgangur með því að ég segi við þegar þú setur styðjum Hamas eða þú segir styðja Palestínu. Það er leiðin til þess að þessi fæstir stigi
fram, þetta bara, hver er munurinn? Nei, ég meina þetta, leið þú byrjar að reyna að þagga á einhvern átt, skilur, ef þú segir til dæmis að allir sem að styðja Palestínu, styðja þar með Hamas, það er annars vegar ránt, öðrulega nánast öruglega sem sagt viljandi óheiðarlegt, þetta er ekki bara misskilningur og þetta strategía. Það segir til dæmis samtöki 78 við Snorra, þessi viljandi óheiðarlega ránt. Það sem hann er að skapa einhverja úlfúð og andúð gagnvart einhverjum veikstæðum hópi. Ég á mjög rosalega erfitt með að sjá þetta þannig. Það sem ég horfi á er það að sama hátt og þú byrjar að kalla fólk til dæmis transfóba eða fasista eða eitthvað annað slíkt, þá átt að gera það sama og fólkið í Palestínu dæminu þínu gerði. Og þetta er ekki bara vinstra vandamál, þetta er vandamál sem er bara gengur dálítið í pólitíkin í dag, að þú demonstrerar og afmennskar og smættar andstæðingarna niður í einhverja skopmyndir af sjálfum sér. Já, en ef það er rasisti og svona íslamofóbískur við getum tekið bara það sem að Trump sagði á allsherjarþinginu borgarstjóran í London. Það sem hann að segja, hann er að taka upp sharia-lög og það fara með svona rángindi, reyna að tekna upp einhverja mynda, einhverju stórkostleri ógn á því hver hann er og hvernig. Þetta er bara íslamofóbískur rasisti. Má ekki benda á það að segja það? Auðvitað má benda á það að segja það. Vandamálið kemur þegar þú gengur á land, þegar þú byrjar til dæmis þegar menn standa fram fyrir því að það þurfa að vera lögregluvörður heimilegir nóttina. Og það er auðvitað ekki öllum sem tók þessu umræðu að kenna. Það var mikið fólki sem laði fram mjög málefnalega og yfirvegaða gagnrýni á Snorra, en þegar geðshræringar aldan ríður yfir samfélagsmiðlana, þá dálítið sópast það í burtu og eftir stendur minningin múgin með Heygálana. Það er þetta sem að við þurfum bara dálítið mikið að vinna í því að kenna fólki, og sennilega er það seint fyrir okkur sem erum komin á fullorðinsárin, en bara rækta betur það að fólk annars vegar geti rætt ágreiningin á milli á einhvern hátt, þannig að átti sig á hvað fólk er að koma, og verst að það gerir þegar maður skiptir skoðun. Oftar en ekki þá að minnstakosti er maður með skýrari mynd af þessum eigin hugmyndum og skilur þann sem maður ræði við betur. Það er það sem að gengur út á samtali hérna við Rauðaborðið og ég ætla að þakka þig Kolbeinn fyrir að koma hingað. Þú komst sem oftast, það er mjög gaman að tala um þig. Takk fyrir það. En við ætlum að snúa okkur á öðru málu hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.